en með Sigfús, þar dregið upp eitthvað mál þegar hann já, kannski á erfiðum stað í lífinu og og kannski í svona neyslu eða eitthvað, ég veit það ekki, ég þekki ekki atvik málsins beint, en hann búinn hann setti út í dag að hann hafi verið á slæmum stað og hafi þurft að fara í áfengismeðferð eða eitthvað meðferð þarna á eftir en hann hafi átt að draga að sig fé frá leikskóla í Reykjavík en það mál endaði með sátt á milli hans og borgarinnar og þetta eru 30 ár síðan. Já, 30 ár. Þetta árið 1994 þú veist og þú veist en heimildin telur sig vera svo heilaga að geta kjöldregið mann sem að reyna að gera eitthvað fyrir land og þjóð og reyna að örva samtal og örva skoðanaskipti á milli manna að heimildin telur sig geta bara tekið upp einhver eldgömul mál sem hefur í raun og veru ekkert relevans við það sem að vera. Ég meina, lítum það bara á fyrir það bara innandira til heimildarinnar. Áður og heldur áfram, þá ágætt að taka fram. Ég sá þessa fyrirsögn nefnilega og það ekki tekið fram að þetta hafi verið gamalt mál í fyrirsögn. Nei, alls ekki. Vegna þess að það, sko, þetta var teiknað upp eins illa og hægt var til þess að láta Sigfús Aðalsteinsson líta eins illa út og bara hugsa skæti. Og það skín í gegn og þetta sýnir bara gæðin eða lack thereof gæði þessa miðils og ef þessi miðill ætlar að fara að kasta steinum úr glerhúsi ég meina þá þurfum við ekki að nema bara að fara rétt innandyra hjá þessu liði og þá Bíddu, hvað meinar? Ég ætla ekki að nafntoga einstaklinga beint en það fólk til dæmis innandyra sem, já, tengist fólki sem hefur þurft að sitja inni fyrir fíkniefnasmygl bæði það kemur að kannabisefnum og amfetamíni og þessartar. Þannig að þessi fólk og þessir eigendur, það ættu nú kannski að fara að endurskoða þessa ritstjórnarstefnu sína. Jú, nafngreindu þið. Nei. Ok, ég ætla ekki að þrýsta það með það. Nei, ég geri það ekki, en þetta fólk veit alveg hvað það og ég, þú veist. Lengra síðan það gerðist heldur en þetta með Sigfús, veistu það? Sko, ég veit að með amfetamínmáli það gerist 1998 þannig að fólk getur bara fletti upp og það kvenkyns gerandi áhugavert ég fer á Google eftir það alveg hreinu en svo það náttúrulega bara pappi ritstjórans það meina náttúrulega allir eftir því þannig að þú veist two can play this game þú veist, en þetta drulluleðja, en málið það að við eigum ekki að þurfa að vera í þessum drullupolli, við eigum að geta hafa okkur yfir svona rugl og byrja að ræða málin að festa og heiðarleika við hvort annað og það það sem hefur vantað. Þú veist, viljast bara handstýring á ef fólk óþægilegt í umræðinni þá bara þetta teikna einhverja mynd af því, það bara málað upp sem einhver skrímsli og eitthvað sem það ekki bara svo að segja þetta að koma í veg fyrir þú veist algjörlega heilbrigða umræðu